Helgi Eggertsson. Hvað eru bændur og Ölfusin að gera hérna? Þeir eru bara að komast hjá að vinna heima hjá sér. Já, það tekst. Já, það tekst. Svo það er bara að fara og sjá eitthvað annað sem þetta venjulega sem maður sér heima hjá sér. Já. Það verður bara alltaf kátur ef maður kemur heim þegar maður er búinn að skoða hvað þeir eru hafa. En hvað er öðruvísi hér, finnst þér? Þetta er svolítið notalegt að geta sitið hérna með rauðvín og... Já, það er nú það sem manni finnst nú mest öðruvísi hér er það að sýningarnar eru allt öðruvísi heldur hjá okkur heima. Já, hvernig þá? Hér ríða menn held ég eftir reglunum eins og það voru samdar í upphafi. Já. Hér er riðið í flestum tilfellum frekar snyrtilega og gangskiptingar á réttum stað og fara rétt fram. Já. Það er náttúrulega hlutur sem við sjáum því miður allt og lítið af heima. Þar er það hraðinn og fótabörðurinn sem skiptir öllu. Já. Hvað er það sem að þú hefur séð af hestakosti sem það líst best á? Ég hef náttúrulega ekki séð nær alla hestana í dag. Ég sá hérna náttúrulega Ólifi frá Kvistum. Hann var náttúrulega langhæstur í fimmganginum og átti það alveg skilið. Já. Þeir stóðu svo vel? Já, mjög. Ég heyrði Daniel áður og fór inn og hann átti engin lýsingarorð til að lýsa þessum hesti. Það var áður að hann fór inn á? Ég hef heyrt það hjá honum áður sko, en ef hann segir það þá er hann vel ríðandi. Já. Takk fyrir spjallið Helgi og góða skemmtun. Sömuleiðis takk. Skemmtið er nú ekki of mikið sér. Ég skemmti mér alltaf passlega. Já. Stían, Já. Þú ert eftir í pöllinu, er það ekki? Já, núna eftir fyrsta hópinn, já. Já, það er helmingurinn búinn. Já. Helmingurinn eftir. Já. Sáttur, ánægður, glaður? Já, svona til að vera í febrúar og svona er allt í lagi. Já. Hann er mjög stór og svona til að vera inni þá er þetta allt í lagi. Já. Og hvað er, þú ert búinn að keppa í fjórgöngu líka, er það ekki? Jú. Hvernig gekk það? Það gekk ekki hrætt vel. Nei. Þannig að ég bara nýndi brokki eitthvað. Já, brokki klikkaði, alveg rétt. Ég var að reyna að rifja þetta upp í hausnum, hvað það var aftur sem það var eitthvað svo rúskjöður. Svo var þetta ekki bara eins og er venjulegt líka, þannig að já, kannski svona aðeins óeinbeittur ennþá. En hvað hefur þú séð hérna merkilegast og flottast í dag? Hérna? Já. Ég sá hann Ólifi núna áðan. Já. Það er bara mjög góður. Já. Á öllu. Heldur að þeir sé ástæða fyrir Hafliða Halldórsson að velja hann í íslenska landsliðið? Já, hann getur bara valið hann strax. Já. Bara núna. Hann getur bara klárað það. Já. Danni sagði líka að þeir væru vinnir. Já. Þannig að hann hafi enga trú á öðru. Já, mér sýndist það alveg. Ég er búinn að prófa hestinn og mér fannst að Daniel og honum var mjög góður vinnir. Já, Daniel og Hafliður sko. Já, ok, Hafliður. En mér sýndist að Ólifur og Daniel var góður vinnir líka. Já, nákvæmlega. Og síðan á morgun, þið eru með afkvæmasýningu það ekki með... Jú. Já, gamla. Já, það er mjög gaman að vera með því og við vorum bæinn frá Noregi núna sem var valinn eða spurt. Já. Og ég takkaði já við það og tók við það og... Stoltur og... Já. Því. Þannig við erum með 4 hérna. 4? Í hópinn, já. Er það allt afkvæmi jarls? Nei, það er hérna 2 undan jarl. Glóbus og Gná og svo er meiri undan Stjarnarfredalsminni og Sammæðra Gnáara og svo er meiri undan, sem er Sammæðra Glóbus undan Fal frá Blesastöðum. Já, þannig þetta eru svona kloss-systkini. Það er öll í fyrsta velun. Þetta er allt systkini? Já, svona nokkuð skil. Já. Ég er með 2 meira sem er alltaf, sem er að gefa mig þessu bestu. Já. Það er spennandi. Já. Við fylgjumst með því. Já. Gangi allavega vel í úrslitunum í töltunum morgun allavega? Ef við kemst þangað, það er náttúrulega 1 hópur eftir. Já. Það má nú mikið gerast ef þú ferðir.
Já, ég vona að vera þarna á Úlflýð. En takk fyrir spjallið, Stígan, og gangið vel og skemmtið vel. Takk sömuleiðis.